Ég held að Sigrún Davíðsdóttir í London að ég vera á símalínunni. Góðan daginn, ég það. Sæl vertu Sigrún. Blessaður. Ég ætlaði að heyra í þér varðandi Luxemburg. Þú hefur verið að flytja pistla í útvarpið, ágæta pistla, Luxemburg. Eitt hét beinlínis eftir hverju er að slægjast í Luxemburg. Hvað varst að segja þar? Já, það sem ég hef verið að fjalla er að eins og hefur verið bent á að þá í þessum yfirstandandi hremmingum að þá beinist athygli að ýmsu í starfsemi bankana og það ekki bara við á Íslandi heldur almennt að menn fara svona þess að hugleiða hvað hafi verið í gangi og hvað sé í gangi og það sem að við vitum að allir bankarnir þrír voru með starfsemi í Luxemburg. Luxemburg mjög áhugavert land fyrir banka og bankarekstur. Það eru svona víðari, rýmri reglur skulum við segja það hvernig bankar eru reknir og hvað má og hvað má ekki. Og þar hefur verið hægt að setja upp félög sem bankarnir hafa, eignarhaldsfélög sem bankarnir hafa sett upp fyrir sína viðskiptavini eftir þeirra beiðni. Og þessar reglur gera það kleift að félögin eru yfirleitt ekki skráða nafn. Það eru reyndar hægt að sjá stundum að eigandirnir koma stundum fram í þessum pappírum en alls ekki alltaf og það er þá hægt að sjá hvort að félögin eru íslensk, þau eru með íslensk nafn eða það eru settar inn íslenski peningar eða eins og ég segi það eru í stöku tilfellum og þá eru einstaklingar nefndir til sögunar í þessum eignarhaldsfélögum. En hvar kemur þessi fræga eyja Tortóla, það er eyja sem menn kannast stundum við og stundum ekki, hvar kemur hún inn í þessar pælingar þínar? Tortóla kemur þannig inn að til dæmis gamla Kaupþing hafði það fyrirkomulag að Kaupþing átti sjálft fyrirtæki á Tortólu, þetta eru 6 eða 8 fyrirtæki, þetta eru 6 fyrirtæki sem koma til sögunar við það að leggja peninga inn í eignarhaldsfyrirtækin og svo eru 2 fyrirtæki sem eru endurskoðendur og öll þessi fyrirtæki, þessi 6 eða 8 fyrirtæki hafa öll sama heimilsfang í sama pósthólfinu á Tortólu og gamla Kaupþing hefur viðurkennt eða hefur sagt að þeir eigi þessi fyrirtæki og síðan þetta eru nokkuð svona þjónustu fyrirtæki að þetta eru Tortólu fyrirtækin leggja pening inn í eignarhaldsfélög sem að einhverju viðskiptavinir á vegum Kaupþings eða hvaða banka sem eiga. Í Luxemburg. Þetta Tortólu fyrirtækin eru nokkuð svona þjónustu fyrirtæki sem að þjónusta þessi eignarhaldsfélög. En ekki þá verið að reyna að fela slóð einhverja peninga? Það er náttúrulega athyglisvert eins og var til dæmis bent á í speglinum á föstudaginn að Ísland er í rauninni lágskattaland. Þarna er í rauninni ekki það að ræða að það sé verið að færa peninga úr einhverju háskattaland yfir í lágskattaland. Þannig að sumir vilja af einhverjum ástæðum sumir vilja kannski fá að hafa peningana sín í friði eins og stundum sagt. Ég get nú ekki sagt það sem blóðfröður eða í bönkum almennt peninga fólks en þetta ég segi þetta má gera þetta en þetta vekur alltaf spurningar. Akkur er verið að standa svona haus til þess að stofna eignarhaldsfélög. Það er auðvitað ýmislegt sem er hægt að nota svona félög í. Það getur falið eignarhald, falið einhvers konar slóðir sem að ekki eiga að vera. Nú svo eins og ég segi, svo eru kannski bara sumir sem að eru svona bara dálítið svona leyndó innstyrk. Ég meina þú segir reyndar í einu pistli að mörgum þykir bara að vera óþefur af þessum eyjum og reyndar ertu að nefna það í framhaldi að umræða svona skattaskjól sé orðin dálítið sterk í Bretlandi og víðar. Já, ég spurði þetta eins fyrir meðal lögfræðinga í London notkun á þessum skattaskjólum og þessar bresku jómfrúreyjar, þær þykja ekkit líta sérstaklega vel út. Nei, það eru einmitt eins og nefnir, það var lögfræðingur sem hafði svo orðið að það þætti dálítið óþefur af þessum að þær eyjarnar sem það stæðist ekki þefpróf margra lögfræðistofa hér að þetta þætti óþefur af þessu. Þetta þykir ekki líta neitt sérstaklega vel út og þetta
nei, þetta er ekki svona, yfirleitt þessi félög ekki svona mjög fínn pappír. Nei. Þannig að þess vegna þetta mjög athyglisvert að það skuli vera svona fastur strúktúr sem að gamla Kaupþing hefur notað í þessum, við þessar færslur. Já. Sigrún, ég þakka þér fyrir.